er með mér hérna í stúdíónu. Ruby Tuesday. Það er Ruby Tuesday hjá strákonum og já, stór skemmtilegu þáttu framönda þó ég segi sjálfum frá. Það er eitt og annað sem við þurfum að fara yfir í dag. Já. Já, við erum með Hittaklefan, hann er á sínum stað. Já, Hittaklefan 2 og já, hann er aftur svolítið tengdur Sjálfstæðisflokknum af því að ég var að spurja menn sem eru í pólitík af því ég nenni ekkert að fylgjast með þessu. Nei. Þetta er svona aðal hittamáli núna, það er Bjarni Ben og Hanna Birna. Já. Þannig við ákváðum að hringja í mann sem er í Sjálfstæðisflokknum. Tengdur báðum. Já, tengdur báðum. Hanna Birna svaraði ekki, við ætlum að leyfa henni að svara fyrir sig en hún var kannski að svara fyrir sig í næstu viku. En það er hann Guðlaugur Þórðarsson sem er í Hittaklefanum í dag. Hann er í Hittaklefa dagsins. Nú, það er fast í liðinu svo venjulega. Sveppi Krull fer út á stjá að elta fólk í dagskráliðinu Maður er eltur. Já, við vorum ekki að spáði með þess að gefa miða á Twilight myndina bara í Maður er eltur. Við gætum gert það, saman þetta tvent sem er náttúrulega ótrúlegt. Já, það var líka gaman að gefa sko, þetta eru bara einhverjir ullingar og eitthvað sem hafa verið að vinna þessa miða hérna á FM. Það væri virkilega gaman að sjá kannski eitt tannlausan á sýningunni á morgun. Já, why not sko? Já, okkur er bara að vera með einhverja fallega ullinga á þessari sýningu, okkur er ekki einhver fólk sem er bara niður í bæ. Já, sem að þarf virkir á þessum miðum að halda. Já, það er til fólk niður í bæ sem hefur ekki farið í bíó í mörg ár. Já. Flaskan eða annað hefur verið að stoppa það kannski og já, þetta er fólk sem hefur gaman að fyrir bíó. Þannig að það er aldrei að veita nema ég seipi menn er á hlemma að gefa Twilight miða maður. Hvað er þetta Twilight? Twilight, þetta er bíómynd sem er að gera allt villust. Ok, klassík, gaman að því. Já, FM-forsýning á morgun eins og flestir hlustendur vita held ég. Og það verður hækkað. Það er powersýning. Það er powersýning á morgun. Ég elska powersýningar maður. Það kemur ekki Sitja fyrir miðjumadur með THX-ið alveg í surround systeminu maður. Er þetta grínast? Svo kemur við hérna, svo náttúrulega símtalið í Múttu. Já, við hringjum náttúrulega í móðina eins og venjulega þessum þætti. Já, hún var frekar hissa að við skildum hringja aftur og hefur ekkert mikinn áhuga að vera í þessum þætti. Nei, en við ætlum nú að reyna aðeins að tjónka við henni. Já, og svo jafnvel að fara að tengja fleiri fjölskyldumeðlumi bara inn í þetta sko. Sjálfsögðu, það er nóg að taka. Já, nóg að fjölskyldu. Blöndalsættin er stór. Já, fyrir utan það. Herri, ég heyrði frábæran brandarann á daginn maður. Nú? Viltu að ég segja hann? Já, alltaf. Herru, það var hérna einu sinni kona sem var að fara að halda partí og hún var hérna var að tróði í köku maður, sett í deig, sko. Já. Herru, og hérna páfakökurinn hennar skeit í deigi. Nei. Jó, byttu. Kúkar í deigi. Já. Ertu að segja 30 ára gamla brandara? Nei, byttu. Já. Og hann skýtur í deigi. Já. Og hún segir við hann, heyrðu, páfakökur, sko, ef þú skýtur í deigi, þá raka ég að þér hárin. Já, ertu að segja þetta? Byttu. Já. Og hann bara skeit aftur í deigi og hún tók hann og rakaði honum hausinn. Já. Allt hárið af. Heyrðu, svo byrjaði veislan. Fyrsti maðurinn, Auðun Blöndal. Þá sagði páfakökurinn, skeist þú líka í deigið? Þetta er held ég heitt elsti, bara ertu í alveg að væða þessu. Þetta er heitt elsti brandari sem ég kunni þetta fyrir 7 ára. Já, ég veit það, en sérðu hvað ég er að gera við hann? Ég er að setja hann á annan level með að tengja þig inn í hann. Já, stórkostlegt, þetta er það sem við gerum. Ef þið hittið auðvitað blöð, þá er að gera kalla svona. Býtu gamli, skeist þú í degið? Stórkostlegt, þvílíkt grín, þetta er Sverrir Þór Sverrisson, hann að taka sér veislustjórn og skemmtanir hér allan bæ fyrir eitthvað sem hafi áhuga. Já. Herru, svo ætlum við líka að fá Hemma Gunni inn í spjalla eftir því að hann var vist kolvitlis á Dirty Night í Ólagir. Já, fremsti maður. Já, það vakti eitthvað pínu athygli að hann skildi verið þarna að dansa við úlingana og við ætlum að ræða það við hann hérna eftir. Þannig að hérna, og líka bara talandi þetta Dirty Night, ertu búin að sjá umfjöllununa? Já, hann gaf sem sagt 50 skall. Já, Óli. Já, alveg rétt, já. Og þær kölluðu hann eitthvað Sora, vildi ekki hennan Sora styrk frá honum. Já, þeir kölluðu hann Sora veislustjóra eða svona Sora eitthvað. Já, reyndar er þessi mynd á honum hérna á vísi.is af Ólagir er eitthvað skrýtt það er svo sem er hjólapump í raskatinu. Já, en málið það, allar myndir af honum, það er eins og ljósmyndarinn kasti sandi í augun á honum og byrja svo að smella. Hann er svona, wow, byrju hvað er að gerast maður, wow. Þessi mynd er skelfileg. Já, hann er svona alveg svaðalegu spaði einhvern veginn. Já, það er svona... Hann var náttúrulega herri í Ísland. Já, það er eins og sem verið að opna regli í raskatinu á honum. Það er nú aldrei gaman að segja frá því að ég hef verið hérna stattur á Dirty Night kvöldi hjá Ólagir. Já, mást ekki, þú mást ekki að jóa. Já, fórum á Selfoss. Já. Það var ótrúlega stund í mínu lífi. Já, þetta heitir ekki Dirty Night fyrir ekki neitt. Þetta er Dirty Night. Stórkostleg stund. Já, og herri, eins og bara áður komið fram, nógum að vera hjá okkur strákunum í dag. En það er komið að fyrsta lagi þáttarins. Þetta er sérstakt óskalag fyrir hann Sveppa Krull. Þetta eru Florence and the Machine með lagið Shake It Out. Take it away, Florence!
Hérna í FN95 Blöð á þessum fallega þriðju degi. Hver var þetta sem hann að syngja? Þetta hljómsveitin Florence and the Machine. Já. Ég held að hún heiti Florence Skvísan. Þetta nú flott lag, sko. Já, hún fín. Það eru mörg lög verri en þetta finnst mér. Já, það reyndar alveg hárrétt hjá þér. Já. Herðu, það vakti athygli mína hérna á internetinu. Maður reynir nú að skoða netið aðeins áður maður fer í þáttinn. Svona til að vera með puttan á púlsunum. Já. Og já, svona uppáhaldsfrétti mín í dag var held ég íslenska mæðgur hneyksla í undirfatta auglýsingu. Hvað finnst þér? Já, ég sá þetta. Já, það er sem sagt auglýsingaherferð sem mæðgurnar Jóhanna Metúsalem-dóttir, tapaðum veðmálið hana, og dóttirinnar India Salvur tóku þátt í fyrir undirfattaframleiðandan Lake and Stars. Þetta var ekki mikla athygli. Já, mér bara nöfninu vekja strax mikla athygli. Já, og sem sagt, og undir grein Huffington Post eru miklar samræður það sem að lesendur vefmiðilsins að segja hvað þeim finnist og finnist þetta ógeðslegt og já, bara siðferðislega rangt. Bitu. Það sem að hérna, hún er sem sagt, þetta er móðir og 18 ára dóttirina sem er að reyna að fóta sig í fyrirsveita heiminum þarlendis. Ok. Og ég verð nú að viðurkenna, þegar ég sá myndirnar, þetta er inn á diva.is, þegar ég sá þessar, þetta er, ég veit það ekki. Þetta er, ok, orðan þannig, ef ég myndi koma heim og ég verði að fara í spilakvöldi á Mæju systir, eigum það til að hittast þar og spila Aliás og svona, ef ég myndi koma inn að móðið minni með Mæju systir í þessum stellingum á undirfötunum, er ekki sama. Come on, maður, það er ekki svo að sé einhverjum hræðilegum stellingum. Það sitja bara, þetta er uppstilt og fínt. En það sem hún heldur öxlina á henni og hún er að renna hendina hann á rassina á henni, hvað finnst þú seinni myndina hann? Finnst þér þetta bara eitthvað eðlilegt? Hún er ekkert að renna hendinni. Þetta eru mæðgur, sko. Já, og hvað? Ég meina, hún var einu sinni inn í mömmu sinni, sko. Já, ég veit það. Er það líka því saman, svo er það? Já, ég meina, þetta er bara tengsl. Já, ok, þannig að þér finnst þessar myndir bara, finnst þér ekkert að þessu, eða? Ekki svona í fljótu bragði. Nei. Ekki þannig að fólk þurfa að velta stólum, sko. Nei, þetta fólk ekkert að því að þú veist náttúrulega hvernig kanin er, það verður allt vitlaustur að þeysja á þetta, sko. Já, en Lake and Stars hljóta að vera ánægði með þetta, sko, því að, sko, illt umtali er betur en ekki neitt, sko. Já, nákvæmlega, eins og ég held að sé bara, þetta er eitthvað svona, sko. En hún má alveg eiga það, móðurinn, að hún er í topp formi, já, taka það af henni. Hún er mjög hugguleg og dóttirinn líka, en hérna, ég held þetta sé, fólk á að gera svona hluti. Að gera hvað? Vera á undirfötunum með mömmu sinni? Já, nei, þú veist, þeim er boðið þáttaka í þessu verkefni, skilur við. Já. Þau hljóta hafa rætt þetta. Heyrðu mamma, það er verið að biðja okkur að vera hérna saman í undirfötunum. Já, ok. Já, mér finnst ekki þetta því. Það er bara huggulegt og er þetta ekki flottu ljósmyndari? Jú, ofsalega frægur og finn. Ekki bara kýla á þetta, hvað er þetta mikil penningur? Þetta er hálf kúla, klassi. Já, nú sérstætt myndirnar, það er svona eins og að sé eitthvað í gangi. Ég myndi ekki vita að þetta væri móðurinn og þá myndi ég halda að þetta væri bara mjög góða vinkonur. Já, tvær stúlkur sem tjálta hinum meginn við lækinn. Já. Já, en mér finnst þetta bara að vera svona huggulega myndir. Þótt hún haldi utan mömmu sína, þá er ekkert eins og hún sé að renna hendin inn á rassin á henni. Nei, kannski er þetta líka bara svora hugsunaháttunum í manni sjálfum. Já, ég held að fólk ætti aðeins að fara að líti sín eigin haus, sko. Já. Ekkert já, neitt, sko, það er bara svoleið, sko. Það skjótt eitthvað á mig? Nei, það er náttúrulega mjög oft þannig að það fyrsta sem manni dettur í hug er eitthvað ógíslegt, sko. Já, ég veit það er svo sem ekki drámt í þessa mynd, þannig sé. Nei, ég held að þetta sé bara huggulegt. Já, og líka, pældi þetta 5 ár, þegar þau sitja saman og eru að borða og hlæja þessu. Já. Manstu þau vorum í undirfatta auglýsingunni hana. Það var nú meira ruggli. Líka gaman fyrir mömmun að eiga svona myndra sem er dóttirni þegar hún var í toppformi. Já. Þannig að við hvetjum bara hlustendur okkar til þess að sippa sér á undirfötin og smetla nokkru myndum með foreldri sínum. Já, þetta þarf samt að vera smekklegt. Ég var til að setja stað skemmtilegan leik hérna í FN95 Blöð. Ég ætla að starta honum núna. Allir sem að senda mér mynd af sér á undirfötum með móður sinni eða pappa. Feðgar eða mæðgur. Já, feðgar eða mæðgur. Þið sem er að hlusta, ef þið fáið mömmu ykkur eða pappa til þess að smetla, fáið þeir með ykkur á mynd, þar sem þeir eru bæði undirfötunum, fá fallega vinninga í boði FN95 Blöð. Já, og líka það ekki bara taka myndin í eldhúsi ykkur staðar í ykkur rugli, það þarf að vera pínu svona art. Ok, eigum við að fara eina keppni líka Sveppi til þess að starta leiknum? Já, ég er ekki að fara að taka mynd af mér með pappa, sko. Nei, ég veit að pappi myndi ekki taka þig mál, sko. Nei, og hvað þá móðið mín? Nei, pappi er 93 ára, sko. Hann er ekkert 93 ára, pappin í toppformi. Ok, þannig að hlustendur, ef þið viljið vinna miða til þess að morgun á Twilight-myndina, eða fá borð á, já, ljúði ykkur í vinningum. Eldhúspartí FN957, sem er fyrsta kvöldið núna næsta 5. dag. Endilega græið mynda ykkur á undirfötunum með foreldrum ykkar. Þá fáið þið
allt sem þið vilja. Já, og sendi þetta bara beint á auðuna stöð2.is. Það er auðvitað.fm.is. Herðu, það styttist í... Endilega sendið þið með myndir, Már. Það styttist í Hemma Gunn, Maður eltur og fleira. Við skulum fá skemmtilegt lag sem heitir Go. Á FM 957 Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur á breiða vikunar. This is a lesson learned and I hate that I let you down and I feel so bad about it. I guess karma comes back around. Morgun þátturinn Magasín, virka mótna klukkan 7. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótorvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik, þar sem minningarnir eru flottir og öðruvísi. Fyndu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, fyndu hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 Brettagalla, heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig áspyrðir af Moosehead mótorvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Besta steikasalatið í bænum. Og kóriandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Ísland Opoli. Jólaspilið í ár er skemmtilegasta land í heimi. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. Milljarðar. Við erum að tala milljarða. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Herðu, þá er mættu til okkar gestur sem að gerða allt vitlaust á Dirty Night á laugardaginn. Þetta er snillingurinn fjölmiðla risinn Hermann Gunnarsson, eða Hemmi Gunn, verður velkominn. Já, komið, blessar. Ekki spurning um það. Hvað segir kallinn? Er það bara fínt, maður að jafna sig bara til helgina? Já, var það dirty? Var það dirty? Nei, sko, málið var að þetta fór allt í vitleysu hjá mér. Nú? Já, það er nú ekki til viðskipti. Nei, sko, en ég átta mig ekki á þessum ólækir. Hver er það? Hvað er, já, hvaða starfsmaður er þetta? Ólíka, þetta er hérna. Nei, ég minna, hvað er hann að vinna? Hvað heitir pappas? Nei, já. Sko, hann er að vinna við þetta. Hann er hérna, þetta er ágætis strákur. Hann er að henda upp svona einhverjum kvöldum hérna Kvimpin og Kampin, Dirty Night og Jagermeister kvöldum og svona. Svona partíhaldari? Gaman að þessu, sko. Ég fór náttúrulega, ég heyrði auglýsinguna og ég var bara einn að keyra, náttúrulega á lögutskvöldi svo venjulega, á leigubílnum. Nei, ekki á leigubíl. En ég ætlaði að fara, en það var bara svona rosaleg röð. Já, þannig að ég var svo heppinn að séð á morgunni, þá sá ég auglýsingu, eða frétt frá Bakkalóti. Svo ég skellti mér þarna niður í, hvað heita það sem afi og amma búa, þarna niður frá við Sundtúni að þar. Já, Seppi? Já, Hátúni. Já, þetta var ekki alveg þar, sko, þetta er samkomusalur þarna og það er svona sóðakvöld í eldri borgurum og það er mjög skemmtilegt og það
Það svona, þú veist, það eru súlur og fólk að drekka lýsi af maganum á konum og svona, og þetta eldri og svona mjálmagrindur og svona göngugrindur og stemning. Eru það búin? Er það búin að setja nokkra svona grindur saman? Já, það er hrúað inn og það var rosaleg stemning af það, sko. Ég var að aukina það. Stórkostlega. Það væri nú eitthvað til þetta að plugga maður. Sóðakvöld eldri borgara. Já, og þetta er bara komið til að vera. Hemmi Gunn, veislustjóri maður. Já. Óli Geir og Hemmi Gunn farið yfir, sko. Það sá ég foreldra Einasveppi, þau voru hann að betta og Sölvi. Já, var léttið við. Þau eru að krydda þetta. Á léttið við. Já, það er gaman aðeins. Vodki og kók og allir á nærfötunum. Og drekka lýsur úr nafla. Á misgóða nærbúrsum. Á þessum aldrei hætti fólk að hugsa svona einhverja stæla, sko. En svo var að setja að stæði líka skemmtilega leik Hemmi. Við vorum að lesa frétt það. Það var sem sagt kona og dóttir eða mæðgur út í Bandaríkjunum, íslenskar, sem að komu saman á undirfötunum. Já. Og við vorum að setja stað svona leika sem við erum að hvetja hlustendur okkur til þess að ná mynda sér á undirfötunum með foreldrunum sínum og það getur unnið fullt af fallegum vinningum. Þær eru rosa stoltar að þessu út í Ameríku. Já, sveppjurtin að vera ekkert að þessu. Ég get lofað því að Hemmi Gunn er búinn að skoða þessu frétt. Já, þetta var nú bara flassandi á vísi.is í morgun. Það var nú gett að komast hjá því. Hann er búinn að seifa þetta bara á desktopi hjá sér. Já. Þetta er desktop-myndin. Það er alltaf En svona áður við förum út í það, þá ætlum ég bara að lýsa yfir ánægði minni strákar að því að við erum svo góða vinnir og félagar að bara óskum til hamingju með hennar útvarpsþátt. Já, það er náttúrulega Auðun, hann stjórnar þessu. Það fá okkur aftur í hópinn, sko. Já, nú við erum að fylgja þér enn og aftur. Þú ert bæði sjónvarpsmaður og útvarpsmaður. Þetta er bara svo gaman. Þetta fer svona og þetta hefur sína sjarma þessir fjölmiðlar, þið þekkja þá sjónvarpi. Og það er þetta komið óvart, hvað þetta er live og skemmtilega. Þetta er miklu meira live. Já, það er það og þessna hef ég unnað sæll og glaður með þetta. Hvað eru svona, nú ert þú útvarpsmaður? Já, þakka fyrir það. Aldrei gleyma því. Þetta breytast. Þú ert útvarpsmaður Hemmi. Grafalvarlega. Nú erum við grafalvarlega. Nú erum við svona nýgæðingar í útvarpi. Já. Þú hlýtur nú að luma einhverjum solid triksum, sko. Já, solid triksum, það er náttúrulega til dæmis, þið fylgir alveg í fótspor því að þú ert fann að gefa út bók eins og ég gerði 1983. Þetta er sama bókin. Þetta er sama bókin og þú setur bara sveppi með nýja leiki. Svo er ég að veiða upp úr, hvað virkar? Fólk hefur nú líka bara tekið taugaáfall þetta í samfélaginu, ekki verið eitthvað svona 3-4 bækur eða diskar með sveppa þessi jólun. Það er bara allt bara í panik. Það fólk er ekki enn búin að sjá þarna leitin að sveppa í skápnum eða hvað þetta var leitin að vilja en hvað það að ég heldur sko þið náttúrulega þekki það manna best og að vera bara þið sjálfur og þannig erum við alltaf skástir. Já, það er leiklega rétt. Og síðan hvort sem þeir að vinna í útvarpi eða sjónvarpi að hafa einhverja dagskrá. Ég tók eftir því bara að sé bara hvernig auðvitað er að vinna þetta. Þetta er professional. Og þannig vil ég að útvarpsmenn vinni. Já, hann er duglegur. Ekki mæta bara til að segja eitthvað. Ég myndi gera það. Já, ég veit það. Það er tókið mig fast á þetta eins og auði. Það er nóg fyrir bara að einhvern með svepp á þriðutum. Já. Nei, veistu það, að vera með grind og vita hvað þú ætlar að gera og svo getur þú fíblast alveg eins og vilt. Nákvæmlega. En inn á þessa ramma. Við þökkum þér kærlega fyrir komuna Hemmi. Sannur heiður ekki verið að plugga þessari bók fyrir henni hérna maður í guðana bænum en maður orðið þreytt og öllum þessu drastir frá sveppa hver einustu jól. Óla Geir frændaðinu Hann er ekki út bók. En herru, jú, við pluggum bókin eftir en Sveppi, ég ekki fara að senda þig líka maður eldur og fara að gefa tvælægt með eitthvað. Herru, ég er að fara út. Ok, herru, við skulum fá Paradise hérna með Coldplay svo fyrir Sveppi í dagskráliðin maður eldur svo hér á eftir er Hitaklefin þar sem að Guðlaugur Þór Þórðarsson þarf að svara fyrir sig. Það verður betra því ofta sem maður heyrið það er ofta niður með sumlög. Ég fyrst til ég heyrið þetta lag þá var ég svona, já ok, Coldplay eitthvað svona aðeins að missa svo því ofta sem ég heyrið það finnst mér það betra og betra. Já, þetta er fínasta lag sko. En ég er samt leið þegar ég heyrið það fyrst að hugsa drasl. Já, nákvæmlega. En svo bara er þetta Coldplay? Já, það lítur þó að vera gott lag. Já, svo verður það gott. Nákvæmt skrítin hátt. Herðu, alltaf gamla að fá Hemma Gunn, við ætlum að senda Sveppa í maður eldur við ætlum að bíða með það, við ætlum að taka í næstu innkomu. Já. Við ætlum aðeins að fresta þið því að við vorum jafnlega spáð að tekka við, heyrðum í múttu. Já, við erum með dagskráliðin, sko, sama dagskrálið og Jó og Simi. Já, af því að það er svo vinsælt hjá þeim og þá erum við Sveppi að reyna að tróða mömmu minni hérna þátt. Já.
Og sko, ég líka búin að vera að hugsa ef að múta, því að ég heyrði það í dag að komin óvart, sko, við spilum hérna símtalið repráðum, að ef að ekki múta, þá ég get alveg fara að reyna við eitthvað fleiri í fjölskyldinni, ég á stóra fjölskyldu. Pappin er sjúklegur þess. Pappi er eins ólíkur mér þegar kemur að athyglishyggju og hægt að vera, held ég. Aha. Já, sem þetta skilja, þegar mamma er ekki heldur athyglishyggju, ég einhvern veginn fengi þetta frá einhverju öðru fólki bara. Já, ekki systkinni þín. Nei. Þú hagar eins og engabarn. Já, ég er svona eini í fjölskyldunni sem er svona athyglishyggju eiginlega. Já, það getur verið eitthvað að þér. Já, það er svona miðað við þá sem er í fjölskyldunni. Já, oft er rætt hvort að sé eitthvað að mér, það er nú spurning sem ég fengi oft í gegnum tíðina. Já. En herðu, við hringdum hérna í mömmu og við skulum heyra hvað hún hafði að segja, hún skvísa. Halló. Jæja. Takk. Góðan daginn. Hvað á að bjóða okkur upp á í dag? Hver er þetta? Þetta er sonuðinn. Þetta er svona blöð og sveppi krumma. Hvaða snild ætlar að skjóta á okkur félagana? Herðu, skildu ekki að ég talaði við okkur á 37. eða? Hvað var það? Ég ætti ekki að vera með neitt í þessum þætti ykkar. Múta, þú ert búin að hafa viku til undirbúið, ekki vera að skýta það með þetta, hvað ertu með handa okkur? Skiljið ekki að því ég sagði? Skjóta á okkur einni vísu. Ég hef eitthvað vísu. Bombaði vísi í loftið, enga femni. Hún var okkur gróf. Strákar, skil ekki, þetta er unglingaþáttur. Skellt á okkur einum brandara, gamla. Strákar. Ok, mamma, ef þú yrðir að segja brandara, segjum bara að vera búin að taka barnabörnin og læsa þau inni og ef þú kæmir ekki með brandara handa okkur, þá yrðu þau áfram læst inni. Hvað myndur þú segja? Þú veist, ég man aldrei neina brandara. Ok, ætlar það sem sagt að láta barnabörnin bara svelta í einhverju búri? Já. Segðu ekki brandara. Er ekki allt í lagi. Þú veit, ég man aldrei neina brandar, aldrei. Ok, þannig að þú myndir bara, ég ætla að segja Mæju systir þetta, þú myndir lefa barnaböndunum bara að svelta í búri í stæðin fyrir að reyna að segja eitt brandara. Ég kann ekki að segja brandara. Það má vera aulabrandari. Já, alveg sama, ég man aldrei neina brandar, ég heyri kannski einhverja rosa skemmtilega, svo ætla ég að fara að segja einhvernum öðrum frá þeim og þá bara mann ég þá ekki. En ef þú yrði nú að skjóta einni limru. Gottu með vísu handa okkur, skvísa. Já, þá er komið að limru dagsinn. Hafdís Sveinsdóttir, móðir mín og celeb mamma ætlar að skella vísu á hlustendur. Eru þið klárir? Múta, take it away! Sveppi? Já. Reynda fáum til þess að skilja það. Það vill enginn hafa mömmu í unglingaþætti. Þetta er ekkert unglingaþáttur, þetta verður fólk á öllum aldri. Nei. Ertu ekki hressa með þess? Erum þið ekki að ná þessu? Hvað er þetta að brasa? Ég var annars bara að koma heim, ég er nú svona að fara út að labba. Út að hvað? Út að labba. Út að labba? Já, svo gott viður. Á að fara að kíkja á glugga aftur. Já, ég verði alveg svakalega mikið í því. Aðeins að kíkja á gluggana í görðinu. Já. Nágrannana. Aldrei að vita hvað maður sér. Hvernig var helginu, Skvísa? Ég var bara að vinna þetta helginu, skan. Já, ok. Ert þú svona skrýtna konan í hverfinu sem að fer í frakka og labba og allir eru svona, þá er hún farin út að labba skrýtna konan? Já, það er þannig með mig. Nei, ertu ekki eitthvað svona labbi fötum? Jú, sjálfsögðu. Hélst ég væri bara á diskógalanum eða? Nei, ég var að spáði, ertu búin að súra upp? Ertu í svona einhverju þröngu, nú ertu náttúrulega lausu, Skvísa, ertu í einhverju svona þröngum sexy labbigala? Ég er ekki á latex, ef þú heldur það, sko. Er flautað svolítið á þig? Nei, Sveppi, það er ekki flautað á mig. Nei. Það er búið að vera. Það er dautt. Það er dautt. En hvað ætlar að henda á okkur enn á þriðjudaginn? Á þriðjudag, ekki segja mér að það hringir mig aftur næsta þriðjudag. Nei, ekki fyrir nú ert búin að henda ykkur á okkur núna. Hvað varstu búin að undirbúa? Ég er ekki búin að undirbúa, nei. Nú, þú sagði um helgina hvort ég myndi ekki örugglega hringja aftur. Auðvun? Já. En lígin í þér. Ég er að spyrja það aðeins hvort þú skiljir það ekki að það vil ekki hafa hverja 50 mömmu í þætti hjá sér einhverjum úlingafæk. Hvað er úlingi heldur að nefna að hlusta á mig? Ég get lofaði því ef þessar úlinga eru búin að sjá þig þá var þér alveg til að hlusta á þig. Það er bara þannig. Hvað segðu okkur, hvað er mikið eftir að tollinum? Það er bara nánast allt. Já, enda ást að vinna alla helgina. Já, þannig að það var ekki svipaði með nokkuð sköpum hlutum helgina, sko. Dæja systir ekkert komist í þetta? Dæja systir? Nei, hún er alveg látið þetta eigasti. Áttu að passa þetta fyrir henni? Já. Við veitum það bæði vel, ég og þú, að hún hattar nú ekki 2-3 bjóra á svona helgar. Nei, hún er alveg látið þetta eigasti. En það leiðist nú ekki svo bein, sko.
Nei. Við gætum sko fyrst að Múta hefur engan áhuga á þessum celebrity, við gætum þetta að hringja mömmu þín og Sveppi. Já, hún er náttúrulega eldri sko. Já, en alltaf til í gott flip. Hún er alveg sko, já, mjög vel til í gott flip. Þið eru ótrúlegir. Þannig að þú átt ekki handa okkur? Nei, Auðun, ég alltaf, ég á ekki einu sinni sko ljóðabók. Nei, hvernig væri að fara að kaupa hérna slíka ef við skildum og hringja aftur? Nei. Ljóðinans Tomma Gumm, hafa hún aldrei drefið neitt? Hæ? Ljóðinans Tomma? Já. Tómas Gummssonar? Hótel Jörð, verður með það næst ef við hringjum. Já. Hótel Jörð. Já, og ef við hringjum með mömmu og hún er með ljóð, já. Þá þarf þú aldrei að fara að spýta í lófana, gamla. Þá er komið smá press á þig. Segðu. Ég kíkjaði í vikunni, sko, Hæ? Ég kíkjaði í vikunni. Gerðu það, skan. Heyrust. Bye. Já, það helst ykkur. Bye. Já, Múta er ekki alveg að kaupa hann á dagskrárlið. Við Sveppi getur þetta þjarma betra henni síðar. Sveppin hins vegar komin á ferðina og er að fara í dagskrárliðin Maður er eldur. Maður fá hérna, uppáhaldslega mitt á stöðinni áður en að ég heyri í Sveppa. FM 957 og Sambíóin ætla að bjóða þér að vera með þeim fyrstu í heiminum til að sjá myndina Twilight Breaking Dawn. Við erum að tala sérstaka FM heimsfórsýningu sem verður miðvikudaginn 16. nóvember klukkan 20 í Sambíónum Egilshöll eða 2 dögum á undan heimsfrumsýningu á myndinni. Ekki missa af fyrripartinum á endalokum þessara mögnuðu Twilight-seríu. Hlusta á FM 957 og komdu með okkur í bíó. Sambíóin og FM 957. Þá er komið að því. Eldhúspartí FM 957 er að hefjast að 9 í samstarfi við Carlsberg og Símann. En partíin verða haldin á Glumbar þetta árið. Fyrsta kvöldið verður næsta fimmtudag. Framkoma Múkisson, Dikta, MC Gauti og Ingo. Sérstakur gestur verður rapparinn Immo. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glumbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þóraldur Þóralds úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade er fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Shell V-Power auðveldar vélinni að bæta afköst og endingu með einstakri blöndu sem er þróuð til að hreinsa vélina að innan og minnka viðnám. Shell V-Power, aukin afköst með framúrskarandi tækni. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Mistu ekki af jólabónus American Express. Skráðu þig á americanexpress.is og tvöfaldaðu vildarpuntasöfnun Icelandair af allri veltu. American Express. Kortið sem kemur út. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Í dag er ofurdagur. 5 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell fyrir handhafa orkulykla, orkukorta, afsláttarkorta, orkufrelsis og staðgreiðslukort Skeljungs. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. FM 95 blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nei. FM 95 blöð á FM 95. Lekkiról gerir ekki skölláttan. Ég á að vera með Svepp á línu núna því að við erum komin í dagskrárliðin Maður er eldur. Svepp, ertu þarna? Já. Ok, heyrðu í mér? Já, heyrðu þú mér? Já, ég er vel í þér. Ok, klasi. Herðu, hvar ertu stattur í lífinu? Ég er á hættulegustu götu Reykjavíkur. Nú? Hverfisgatan. Ertu á Hverfisgötunni? Já. Ok. Hættulegasta gata Reykjavíkur. Já, ertu að sjá eitthvað lið til að elda? Já, það er mikið af fólki hérna. Það er mikið, ég er hérna rétt á Laugustöðinni. Já. Þú ert öruggur þar? Ég er öruggur þar, sko. Já. Ennþá. En hér er mikið strætó fólki, sko. Mikið fólki sem er að koma úr strætó. Já. Og það eru öllum stettum, sko. Já. Bara svo gengur að gerist. Ég sé strax mjög drungalega konu hérna. Ok, á hvað aldri? Hún er svona 55 ára. Ok. Og hún er með, sko, skólatösku eins og krakkar eru með í 6 ára bekk. Það er strax eitthvað skrítið. Já, bara taskan hennar.
Já, það eitthvað dúbíus við þetta. Ok. Já, ég veit, það samt, það eitthvað, sko, 55 ára gömul kona með skólatösku. Það eitthvað... Já, hún kannski að passa töskuna fyrir krakka sinni eða eitthvað. En allir elda hana það? Já, ég elda hana. Hún lappar dálítið eins og hún sé lyfjuð. Ok, þú ert reyndar á því svæði. Já. Heyrðu, hún seilast þannig í vasa sinni eitthvað. Já, hún eitthvað með síma. Hún á síma. Já, þetta, 55. Hún á leiðinni hérna. Hún beygir hérna, hún svaraði síman. Hún beygir hérna upp, sko. Hún að koma inn á Laugaveg, sko. Ok, Sverrir Þór Sverrisson sem sagt elda 55 ára gamla konu sem með krakka skólatösku. Já, ég að reyna að komast nálægt henni þannig ég sjáu hvernig taska þetta er. Já. En þú ert náttúrulega með 6 mið á Twilight sem þú ætlar að gefa hann á þessu svæði. Já, ég þarf að reyna luma kannski. Heyrðu, þetta er Bart Simpson taska. Er þetta Bart Simpson? Ég er ekki að grína, sko. Fullanir kona með Bart Simpson tösku að rölda upp Laugaveginn. Já, hún er með hana líka á sér svona eins og krakkar eru með töskur á sér og á alveg á bakinu. Heyrðu, hún fór í 11. Ok, ætlum sér ekki að fara að setja eitthvað í töskuna? Hún er örugglega að fara að nappa sér kardimómudrópum. Það við þekkja þetta rétt, sko. Kemur úr strætó. Það skrítið að koma úr strætó, þristinum, sko. Já. Og vera bara að versla. Já. Eldur hann inn í búðina eða? Nei, ég stend þetta beint fyrir utan 11 og ég sé að hún er að taka sér, ég sá ekki hvað hún tók. Jú, hún er komin þarna hjá mjólkurkælinum, sko, á ég að fara inn, labba fram hjá henni. Já, ég meina, er þetta kona sem að myndi hafa gaman að Twilight myndinni? Hún er með Bart Simpson skólatösku að rölda upp Laugaveginn 50, þannig að þetta er, hún gæti alveg haft gaman að þessu myndum. Já. Sko. Hún verðist vera með svona, já, tiltölulega óþroskaðan smekk. Hún er að kaupa sér hamborgara. Hæ? Hún er að kaupa sér hamborgara. Hún er að hita? Nei, hún er að kaupa sér svona 4 saman og 4 brauð, 4 hamborgara eins og hún sé að fara að grilla eða eitthvað. Já, þetta er... Það þýr ekkert að vera með einhverja fordóm og þá konan sem er Bart Simpson, Söbi. Nei, ekki fordómar. Þetta er bara, hérna, veist, maður er bara svona... Maður býst við henni versta, vonar það besta. Já. Nei. Það þarf að tala á því? Nei, þetta var starfsmaður hérna. Hún er örugglega að fara út nefnilega. Já, hún er að fara út og sí. Ég þurfti eiginlega að ná að luma meðan mánu. Ég er alveg 100% vissum hún veit ekkert hvað Twilight er, sko. Ok, en hentu bíómiðunum bara í hana? Má ég gera það? Já. Ok. Splæsta hana 2 miðum? Heyrðu, svo fyndið. Svo skrítin hegðun hjá fólki finnst mér. Já. Finnst þér ekkert skrítið við það að koma úr þristinum á hlemmi, lappin í 11, kaupa sér 4 hamborgara á brauð og nú stendur hún við einhverja ruslatunni hérna og er að setja hamborgarana á það ofan í Bart Simpson töskuna. Á ég að láta miðan bara ofan í töskunni hjá henni? Já, speltið hana. Ok. Og það ég má til með það hérna, veistu hvað þetta er? Kíkta á það, þetta er bíómiði. Og snúa nú rétt. Þetta er fyrir 1 reyndar. Áttu ekki annað? Nú, viltu fara með einhverjum? Nei, ég ætla að lifa dóttir minna og tengda sinna. Já, hendilega. Hentu 2 miðum á skvísuna? Já. Sambíón? Þetta er Sambíón og þetta er á miðina Twilight sem er að gera allt vitlaust, víst. Ég er svona að lappa bæinn að gefa miða. Þú sættir. Já, takk maður. Heyrðu, þú bara vippar þessi beint í Bart Simpson skólatöskuna þína. Hún er hugguleg. Heyrðu, ekki bara, bara mín ánægðan. Heyrðu, hún var að kveikja sér í sígarettu. Já. Hún var að fara að mökka, sko. En þú gafst henni 2 miða á Twilight. Já, og hún var ánægð og þetta er það sem ég elska. Það er þegar fólk kemur mér á óvart. Skilu, ég var búinn að dæma hana, einhvern svona, wow! Shit, man. Hvað? Ég var með rundi strætó. Farðu varlega til ykkur. Ég var bara að rösta hér yfir maður. Þeir eru brjálaði, fjarkinn. Findu út hver að gera fjarka núna. Jöfusins anskoti. Alls ekki dónárið. En þú varst eins og búin að dæma þessa mannesku sem einhvern raðmorðingja því að hún var greið með einhverja Bart Simpson tösku. Svo var þetta bara indælis kona. Já, ég var búin að dæma hana öryrkja. Já. Ef ég á að segja alveg sannleikann. Ok. En hún ætlar að gefa miðana hérna til dóttur sinnar og tengdason. Þannig að, veist, svona maður sér fólk, maður dæmir það strax. Og svo fær maður bara allt í smettið eftir þegar þetta er bara venjulegt, sko. Já, við eigum ennþá eftir að gefa 2 miða. Viltu gefa á hann nýri bæ eða viltu koma þetta upp yfir og henda okkur í hittaklefan?
Við gætum gert það, þetta orðið, það líka að koma myrkur hérna. Já, ég bara hrættur hérna. Það allir í þykkum úlpum og lappa svona, þetta svona eins og að vera stattur í einhverju zombie-mynd. Já, komdu bara upp yfir. Já, ég er á bílnum þínum, ég þarf að passa hann, það örugglega verið að brjótast inn hérna. Já, við þurfum að henda okkur í hitaklefann. Já, ég að koma. Ok, bye. Já, Justin Bieber, Litli krakkinn og Chris Brown sem að sungu þetta lag. Man ekki eins og hvað heitir, Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi á leiðinni hérna upp í sett aftur. Hann var að elta manneskju niður í bæ, lendi á skemmtilegri konu sem að, rölti úr þristinu með Bart Simpson tösku á herðum sér og var að kaupa 4 hambúrgara og hún fekk 2 miða á Twilight myndina. En fyrst ég að bíða hérna eftir Sveppa, þá ég að spá að gefa 2 miða. Þetta eru síðustu 2 miðarnir mín í dag sem ég ætla að gefa hérna myndina Twilight. Sveppurinn með þessa mættur, hann getur tekið þátt í þessu með mér. Sællunur, helvita snöggur. Já, gaf í. Herðu, ég var að spá að gefa setni 2 miðana hérna bara í beinni. Já, ok. Á Twilight, þá getur klart, sko, úlingar eru að missa sig út af þessari mynd. Í álunni? Já, það er bara allt vitlaust. Er ekki hægt að downloada henni? Tjók. Við skulum fá hérna fyrsta FM 95 blöð. Halló. 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 Hvað segiru? Bara fín. Hvað er að frétta? Bara fín. Það ekki, hvað heitir þau? Ég heiti Halla. Já, búin að heita það lengi. Já, já. Á nú að halla undir flatt. Já, þú svona þess. Hvernig var það þessi? Herru, mér finnst þessi stórkostlur hjá það. Já, maður verður að vera léttur og sniður og spontandi í gríni og öllu dótinu, sko. Hvað ertu gömul? Herru, ég er 33 ára, mér langar að gefa mákonum minna systurinu við hann. Nú ætla þú ekki sjálfa á myndina? Nei, ég ætla að gefa þeim að. Ja, það eru allir Twilight fan. Stöldurum aðeins við þetta 33 ára? Ertu á lausu? Ertu á lausu? Nei. Nei, út á föstu? Já. Ok, challenge fyrir blöð, Herru, hvað heitir hérna, ætlar að senda dóttíðina? Nei, systur mína. Systina, ok. Já. Hvað heitir hún? Hún er Fjóla. Fjóla. Skemmtilega nöfn á okkur stelpunum. Já, nú er stutt í jóla. Hversu dóttir er Fjóla? Einarsdóttir. Fjóla Einars. Og þú ert Halla Einars? Já. Já, láttu mig þekkja það. Herðu, áttu fyrstu sex eins og ég segja? Hæ? Fyrstu sex í Kennó? Kennitalan maður? Já, og gefa það upp bara. Já, það er öllu saman kennitölur. Já, ertu að tala nýðingarna núti sem er að hlusta á þáttinn okkur og taka niður kennitölur og elda svo niður? Herri, já, það er 051087. Býta aðeins, 051087, ok. Fjóla Einars, herðu, hún á miða fyrir 2 og Twilight á morgun. Ok, klart. Það eru glæsilegt, takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Bless. Já, það glóa allar línur. Já, við ætlum að kerfið er á leiðin á hliðina, eins og það segja. Síðustu 2 miðarnir sem við gefum og það er hérna FN 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Já. Hvað heitir þú? Kara Björk heiti ég. Kara Björk? Já. Hvað ertu gömul, Kara? 18. 18 ára, í hvaða skóla ertu? FB. Þú ert í Fjölbraut í Breiðholti, maður, djöfulli gaman að heyra það. Á hvaða braut ertu? Snittifræði. Snittifræði, sama braut og ég var á maður. Já. Sveppi tók hann á 7 árum. Jep. Og það finnst þér ekki fínt? Býrðu í Breiðholtinu? Nei, reyndar ekki. Nó, hvar býrðu? Grafavoginum. Já, næst í bær við? Já. FB er indislegu skóli. Já, ertu ánað með hann? Hæ? Ertu ánað með hann? Já, það var einn sem hendaði mér allavega. Já, ok, og þú vilt fara að sjá Twilight? Já. Já. Hvað er svona merkilegt við Twilight? Þekkir þetta eitthvað? Ég er bara þetta vampíru eitthvað, ég veit ekki sko. Þau eru alltaf dreymt um að vera vampíra, það ekki? Jú, algjörlega. Það er allir óðrýta vampírurögl núna. Já, ég veit að þetta er svolítið sjúkt sko. Það er gaman að þessu. Hver er fyrstu sex í kennitölunni þar? 1006. 1006. 93. 93. Það eru glæsilegt Kara Björk, 2 miða. Til hamingju með þetta. Ok, bye. Bye. Herru, þá getur fólk hætt að hringja inn. Já, hvernig virkar þetta? Allt í hennu segir maður bara kennitölu fyrstu 6 og á bara 2 miða og hvað gerir fólk svo? Það kemur hérna upp í 365 og sækir miðana. Í Skaftaliðina? Já, hérna í Skaftaliðinu og miðarnir býða bara hérna upp í móttöku. Móttökunni? Já. Ég var að spá ég að henda okkur í Only Girl in the World með Ríhönnu áður fyrir mig hittaklefan. Ríhönnu? Já. Það myndi trilla Pétur Magnússon vinn minn, það veit ég. Já, ég veit að Pétur Magnússon, hún er langar í hana. Já, hún er langar í hana.
595 blöð með ykkur hérna þessum, þriðju degi. Þetta fljótt að líða, það verður komið föstudagur áður við vitum að því. Já, og það verður komið páskar áður við getum snúið okkur við. Já, og hvað þá jólin, eru þið farið að hlakka til jólasveip eða? Nei. Nei? Jú. Jólin alltaf ákveðin svona vendipunktur. Já. Skilur við? Okkur. Nei, það svo þægilegt að hafa jól og áramót, sko, því að það svona hlutir sem að maður svona, já, ég ætla að græja þetta fyrir jól. Já, klárum þetta fyrir jól. Nákvæmlega. Heyrðu, svo þurfum við að gera þetta og reyna að græja það fyrir jól. Það er líka bara rétt rúmur mánuður í jólin. Já, svo eru jólin óttalega svona mikið bara fyrir börn, sko. Já, ég er ekkert jafn spenntur maður var, sko. Nei, ég er alveg hættur að fá, ég veist, í fyrra fekk ég alveg ömulega gjafir, sko. Já, þú sagði mig það, varstu ekki sáttu þér? Bróður minn gaf mér ógeðslega þröngan ból úr Smass. Keypti honum bara. Ertu ekkert fann að nota hann? Nei, ég á svona 1000 bóli, sko. Ég elska bóli og er alltaf að kaupa með bóli. Já, skilurðu? Já, nettur bólur. Nettur bólur, sko. Já. Og svo fæ ég jólagjöf frá bróður mínum. Það er Ingvar eða? Ingvar Sverris. Þetta er að lélegt, maður. Gaf mér ból. Já. Sem var með svo lítill á mig. Þú er ekki talað. Undirstrikkaði það að ég væri ekki í góðu líkamlega ástandi. Já, þú er líka ekki talað við hann síðan síðustu jól. Það er eitthvað minna. Já, það kannski gefur hann eitthvað fallið þessi jólin ef hann er að hlusta. Það er eins gott fyrir. En það er komið að dagskrárliðnum Hitaklefinn. Já. Þetta er sem sagt liður þar sem að við Sveppi eftir eina pólitíkin í FM 95 blöð. Já. Og það gengur þannig fyrir sig að við ringjum í stjórnmálalið, fólk sem er stjórnmálamenn. Og látum það heyra það og það sem að við Sveppi, sko, þetta er ekkert eitthvað allt tengt sjálfstæðisflokknum, en ég var að ræða við mann daginn, hérna sem er í Reykjavík síðdegis og ég var að spyrja hann, herru, hvað er svona aðalmáli núna, hvað eigum við að vera að grafi í við Sveppi hérna í Hitaklefunum og þá vildi hann meina, það eru allir bara að ræða núna að það er Bjarni Ben og Hanna Birna af því að það er hérna, þú veist sjálfstæðisflokkurinn á að velja formann. Já, og hverjum er ekki skít sama hverju formaður? Já, og okkur er drullu sama. Það er fólk að núti sem er að spá mikið í þetta. Já. Og við ákveðum að hringja við Sveppi í svona einn mann sem er í sjálfstæðisflokknum. Já. Og heitir Guðlaugur Þór Þórðarsson. Jep. Og fá hann í Hitaklefan og spurja hann út í allt þetta mála því að nú styttist í þessar kosningar. Og ég var að fá að heyra hvað kallinn hafði að segja. Dömur og herrar, Hitaklefin í FM 95 blöð. Halló. Já, er það Guðlaugur Þór Þórðarsson? Guðlaugur Þór Þórðarsson, já. Já, velkomin í Hitaklefan. Takk fyrir. Velkomin í Hitaklefan. Heyrðu, mér langar bara að byrja á því að spyrja því, af hverju er klopningur í sjálfstæðisflokknum? Það er engin klopningur í sjálfstæðisflokknum. Það er klopningur og við viljum fá svör af hverju það er. Hætti þessu rugli að vera að kjósa fólk. Hvort ætlar að kjósa Hönnu Birnu eða Bjarna Ben? Bjarna. Af hverju? Hann hefur staðið. Hvað hefur á móti Hönnu? Ég hef ekkert á móti Hönnu, hún er mjög góð. Af hverju kistu þá Bjarna? Nú ég þarf að gera upp á milli þeirra. Er það af því hann er með tippi, Guðlaugur? Ég er nú kannski ekki til sérstaklega að sækjast í þau. Af hverju viltu láta smakka í rassinn á Steingrími J? Ég vil það ekki. Þú sagði það á Facebook-síðunni þinni. Nei, ég sagði ekki neitt. Þú sagði það, hvenær ætlað þú að segja af þér? Ég ætla ekki að segja mér og ætla ekki að sparka í Steingrím. Varst ekki að segja Facebook-síðunni þinni að þú vildi láta sparka í raskandöru? Við sáum það inn á síðunni þinni. Nei, ég var að deila tengli. Varst að deila hvaða tengli? Já. Af hverju haldið þið að þið getur gert betur heldur en núverandi ríkisstjórn? Það er nú augljóst. Af hverju segið þið það? Það er bara... Er ekki sama raskandið undir ykkur öllum? Nei. Hvor er skemmtilegri, Hanna Birna eða Bjarni Ben? Þeir eru bæði bara mjög skemmtilegri. Ja, hvor er skemmtilegri? Við viljum fá skýr svör! Já, þau eru bara... bæði mjög skemmtilega á sín hátt. Af hverju ert þú búin að vera að sækja leynifundi með formann í Sjálfstæðisflokksins? Leynifundi? Já, við vindum á. Nei, það er ekkert leyndamála. Ég hitti bæði formann Sjálfstæðisflokksins og ýmsaða í Sjálfstæðisflokknum. Nú heiti konan Ágústa Johnson, er hún eitthvað skild Magic Johnson? Já, þau eru náskild. Þegið og svaraðu satt! Já, það er alveg rétt og líka skild Glenn Johnson í Liverpool. Já, en af hverju ert þú ekki að hreyfa því eins og konaðinn? Það er mjög góð spurning, ég er að reyna. Ert að reyna, það er bara ekki nóg, Guðlaugur. Það er rétt hjá þér. Nú heitir þú Guðlaugur Þór Þórðarsson, fyrir hvað stendur Þórni í nafninu? Það stendur fyrir Þór. Þú lýgur því! Nei. Takk að þið fyrir þetta. Herðu, við þakkum fyrir þáttökuði þessum Hitaklefa. Já, takk sem liðir. Og sko er allsins besta, það er klopningur í Sjálfstæðisflokknum. Bless. Við verðum að vinna svolítið með það, Sveppi, að það sé klopningur í Sjálfstæðisflokknum. Já, orðið klopningur er bara... Það er eitthvað svo töff orð. Já, það er ekki mikið notað. Já, það er mikið notað í þessum heimi. Ég væri til að ná Hönnu Birnu næst og til þess að loka þessum þríðning. Já. Þetta er einhver samloka sem þau eru að leika sér í. Guðlaugur Þór, Hanna Birna og Bjarni Ben. Reyndir svolítið sexy samloka. Hún er skinkan.
Það eru þín orð, herðu. Við skulum fá eitt lag sem á vel við eftir hittakleðar með Guðlaugi Þór. Hann er sexy og hann veit alveg að því. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the Speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous, no shoes, no shirt, and I still get service. Menn og konur sem að sína hold, gott að allir hlusta á þetta, menn og konur sem að sína hold eru ekki talin eins gáfuð og þeir sem að klæðast fleiri fötum, eða meiri fötum. Sko þetta er, ef maður spáir í því, þessi skyrtu með bindi, í peysu yfir skyrtunni, virkar svona pínu, ég veit ekki hvað, bara svona mentaðari. Það getur verið eitthvað svoleiðis. Heldur en að þú sést með tribal tattoo eða eitthvað, þú veist, í þröngustu termóból. Eða skilur, þú veist. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Eldsmiðjan. Taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Samfilm kynir. Frá leikstjórunum Michael Bay kemur ein flottasta mynd ársins. Transformers 3, Dark of the Moon. Komin á DFT og Blu-ray. Fyrri myndirnar einnig fáanlegar. Í dag er ofurdagur. 5 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell fyrir handhafa orkulykla, orkukorta, afsláttakorta, orkufrelsis og staðgreiðslukort Skeljungs. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Somebody that I used to know á þessum fallega þriðjudegi hérna FM 95 Blö. Út úr sírt lag, maður. Já, skemmtilegt lag, herðu. Hvað er að gerast hérna? Akkur þetta ekki stopp? Þú kannt ekkert á þetta. It's my time. Nei, það ekki eða maður. Hvað er að gerast þetta maður? Já, DJ Öddi Blö á FM 957. Hanna, það komið 3 lög í einu. Ég ólst upp í Breiðholti. Já, aldrei gleyma því. Aldrei gleyma því og ég hef nú séð ýmislegt sem að fólk á ekki að sjá, sko. Já, sem að skýri líka oft hegðun þín á almannafærið, trú. Já, og það er nú fátt sem að kemur mér á óvart. Og hérna, en ég var nú að lesa frétt hérna sem að náða að koma mér á óvart. Nú? Það eru dæmi um það að stúlkur í Bandaríkjunum sé að væta tíðartappa upp úr vodka í þeim einu tilgangi til þess að komast í vímu. Já, ég var búinn að heyra þetta. Það er eitthvað sem að ég held að bara, þetta hefði mér aldrei dottið í hug. Ég man sko í gamla daga þá setti maður stundum sko landa í bómul og setti bómul á milli tanna og... Já, þú varst ekki að tróða í þarminaður? Nei, þetta er nýtt. Já, þetta er eiginlega bara svona hálf sikk, sko. Já, þannig séð, sko. Akkur ekki þá svona tvennu illu, sko. Akkur ekki bara drekka. Já, það er náttúrulega verið að lauma sig inn, sko. Veist, þetta er eins og þú komast inn á ball sem mátt ekki vera með áfengi á. Þá eru stelpur að nýta sér það, setja þetta greinlega í túrtappa og smellis upp í til þess að fá áhrif og ég menna að það er orðið heldur langt gengið til þess að finna fyrir áhrifum þegar að, já, ég veit ekki, þú ert fann að setja þetta í tappa enn.
Og það er að setja þetta sko enn fremur dæmum að drengir hafi notað vodka tíðatappa og komið þeim fyrir í endaþarmi. Já, þessi umræðasverðir, hún verður alltaf eiginlega bara ógeðslega, alveg sama hvernig við prófum hana, sko. Með þessari aðferð fer áfengið beint inn í blóðrásina. Þetta eitthvað sem að barnastjarnan Sverrir Þór Sverrisson vill ræða hérna í þessum þætti, eða? Já, ég vil bara reyna, að hvetja krakka eindreið til þess að gera þetta ekki. Já, glæsilegt, það er alltaf sama forvörðin í gangi hjá þér, það er sem ég fíla með þig. Já. Þannig að nú ert þú komin hérna í beinútsendingu FM 957 að segja krökkum, herðu, ekki gera þetta. Ekki setja túrtappa í bossa. Nei. Skilur. Hvað þá þegar búið er að væta þá upp úr sterku víni? Já. En það er, veist að ég held að þetta virki ekkit eins og sko. Nei. Ég held að, veist, hvað heldur þú verður bara fullur þó þú sett með eitthvað tapp í rassinu sem er áfengi? Hvað þarf maður mikinn vodka í rassinn til þess að verða fullur? Það er góð spurning, Sverrir, og því miður hef ég ekki svarið fyrir henni. Ég skal einhvern veginn reyna að komast að því fyrir þig. Já, hvað gerir? Stendur bara höndum eða... Þetta er nú bara geta verið fín tilraun í 70 mínútum á sínum tíma. Reyna að fylla þig gegnum endaþarminn að þér. Já. Ég hefði gert þetta fyrir 7 árum, sko. Já, þetta er eitthvað sem við getum ekki staðið í núna, því niður. Nei. Kannski getum við fengið eitthvað til að kanna þetta fyrir okkur. Ég til að sjá eitthvað svona YouTube-myndband. Nei, herðu, ég er búin að fá að senda mynd. Nú? Já, að pari? Það er komin mynd. Af fólki? Af mömmu og dóttir. Og þær eru hérna á undirfötum. Hvað er þessi leikur? Það er búið að taka þennan leik alvarlega. Já, þetta er alvarlegu leikur. Já, sérðu. Hérna eru bara, hérna er mamma og dóttir á undirfötunum. Þetta er vel gert. Já, þetta er, ég veit ekki hvað ég var að segja. Já, hún er allavega, maður sjá. Hún er, þetta er, mamma topp aldrei. Upphaflega myndin var nei, við getum ekki verið Nei, þú getur ekki verið að rakka niður. En kannski vita ekki að við séum að tala um þau, ef við segjum ekki nöfn. Hinn myndin sem er á diva.is er ögn meira sexy. Ég verði ekki, en ef að fólk er tilbúið að senda, því að þetta er náttúrulega bara gert með einskjærum, þetta er góðverk. Ég veit það, en ég er svo hissa við sem kom með eina mynd, þannig að ég verði eiginlega að gefa þessari stelpu bara mið á Twilight. Já, ég myndi segja það, bara fyrsta myndina, því að ég er ekki vissum að ég er eftir að fá margar, sko. Ég trúi því ekki, sko. En þarna er sem sagt, ég vil þakka, ég ætla ekki að nafngreina þessa stúlku, en það er ung stelpa búin að senda okkur Sveppa mynd af sér. Ung, hún er svona 25 ára? Nei, þetta er ekki 25 ára stelpa, Sveppi. Hvað ertu? Hún er svona 19 ára. Já, þá á ég ekki að vera að skoða þetta, sko. Nei, en það... Ég var líka bara að horfa á mömmuna. Góðum þetta var postin af. En við hérna áskoðum þessi leikur fer úr böndunum, sko. Já, ég veit það. En allavega það er komið sigurveri í undirfattaleiknum. Við erum búin að fá að senda mynd af stelpu og mömmunar á undirfötunum og þetta er ekkert nema sætt. Ég get ekki annað sagt. Bara huggulegt. Við skulum fá lag og svo hér á eftir ætlum við Sveppi að ringja í línu sem er að bjóða upp á tandranudd. Og það er eitthvað sem við erum áhugasamir félagarnir. Já. Þetta er íslensk hljómsveit. Þetta er Monsters and Men. Já, of Monsters and Men. Skemmtileg hljómsveit. Frábært band. Með fallegt lag. Já. Herðan, við vorum að spája núna að reyna hérna, já, kannski full hart að kalla þetta uppræta vændi, en hérna, við erum búin að heyra mikið það að fólk er að kaupa sér nudd á netinu og annað. Já, og það hafa verið hérna auglýsingar í Fréttablaðinu sem að auglýsa til dæmis nudd allan sólarhringinn. Já, það er eitthvað dúbjus við svoleiðis. Nudd 24/7 og allt þetta. Hver að degi í öxlinu og alltaf láta nudda sig 3 á nóttina. Já, á laugardagskvöldi. Já, það er enginn í því held ég. Nei, það er búið að koma upp að það er vændi. Já. Skilur, þessar auglýsingar fela í sér vændi. Já, en við sáum eina hérna auglýsingu þar sem að vera auglýsa tandranudd og ég hef nú haldið að það var eitthvað kynferðslegt og ég að prófa að hringja í númerið hérna. Já, tjekka það, því að það líka sko það er eina nuddauglýsingin sem eftir er í Fréttablaðinu. Nú er þetta alveg hægt, sko. Ég held að ég er búin að taka fyrir þetta. Við erum búin að stoppa þessar nuddauglýsingar, sko. Ok, það ringir. Hvað er þetta? Tandranuddin. Hello. Já, góðan daginn. Hello? Do you speak English, please? Yes, I speak very good English. I used to live in Tulsa, Oklahoma for 2 years. All right. Yes, okay. I was wondering, you are you are advertising in Fréttablaðið?
tantra massage? Yes. Yes. We're doing tantra massage here. Do you do tantra massage? Yes. Okay. What is different with tantra massage and other massages? It's Me and my friend, we are here together. We are very good friends. Yeah. Participate separate rooms. Separate rooms, yes, that's okay. That's how we like it. It's very sexual. It's very sexual. It's not sexual. Okay. It's a sensual massage. It's very, it's made with heart. Yeah. It's hot water? Not hot water. It's not sex, it's not ejaculation, nothing like this. No. Okay, so there's no happy ending. Happy ending, you can learn how to live, how to, I don't know what to say. How to get a happy ending without using my hands? Are we talking about that? No, my friend's kidding now. If you can teach me that, I'll give you lots and lots of money. No. I mean, I can teach you something else. How to have orgasm without ejaculation. Já, þetta svona fullnæging án eitthvað. Já, maður þarf ekki allt. No, we're not doing such thing. It's not massage and it's no ejaculation, no other things. But is there a lot of people that think that is sexual that calls you? No. No? No. So people are not calling you because they want a happy ending? Is there some people who call for this? Yeah. But we are not offering such a thing, and nobody came here from this thing. Okay. And nothing happened here, just only massage. It's just an original tantra massage? Yes. But it's sexual and I will like it. No, it's nothing about this. Þetta ekkert kynferðislegt. Yeah. En byrju, ekki tantra, það ekki kynferðislegt, Sverrir? Tantra doesn't... Þegar að vera að kenna manni tantra og svona, það ekki það að vera að tala kynlíf og svona? Tantra doesn't mean sex. No, it doesn't mean. Yeah? No, okay, it does. No. 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 Everybody thinks like this. Yeah, everybody. Yeah, especially Icelandic people. I don't know. Simple people like me think it. No, I know some people who come here, but they don't want such a thing. If they want such a thing, they go in another place. Yeah, okay. Yeah. Do you know what place that is? Some other places. Do you know any? Can we call them? Yes, but I don't know other places. No, okay. You're not into that. No. I mean, is it just similar to, massage in Laugar eða eitthvað? No, I don't know about this. What is different from your massage and other massages? Yes. It's a real massage. Make it with hands, breasts, with all our body. But it's no ejaculation. You can learn how to make love without ejaculation. Okay. And how to, because ejaculation is something separate from orgasm. Yeah, okay. How much is it? How much does it cost? 25,000. 25, það ekkert verið. Það slett að skýra eins og mega maður. 60 euro. 60 euros. 100. 100. And how long of a time is it? 1 hour and a half. Hour and a half. Okay, that's nice. Okay, we just wanted to call you to check it out. All right. To see what kind of operation you're doing there. Yes, all right. And there's nothing fishy about it, so we think thank you and hope your business blooms. Welcome. Take care. Fully Bye-bye. Bye-bye. Bless. Bye. Herru, heyrðu það, það var ekkert kynferðislegt þarna í gangi að neitt, en þetta er bara 25 skall fyrir 1,5 tíma ef að menn er í því og þetta er tantra þar sem að vera að kenna þér að þú getur fengið fullnæðing á þess að
án þess að gera neitt, sko. Þetta bara með nota heilan eða. Ég þekki nú nokkra letingja sem var halvið til í að kunna það. En hvernig ætli þetta virki? Ætli þú liggir og hún að nutta þig bara eins og í venjulegu nutti, bara nutt úr þér vöðva, veist, bólgu og... Hún einhvern veginn, sko, virtist hvorki tala íslensku né ensku. Hún náði ekki alveg að útskýra fyrir mig hvað hann var að reyna að segja, sko. Nei, þetta svona ejaculation, það náttúrulega bara... Þú ættu nú að vita hvað það þýðir. Hvað þýðir það? Ejaculation, þú veist allt það, Sverri. Ejaculation. Já. Hún var að tala... Without. Já. En ég veit ekki, hún að tala þá við mann eða? Ég veit ekki. Hún getur að segja eitthvað djöfilin við mann með núna nuttaskiluru. Viltu þetta svoriðin eða eitthvað svona og maður ræsist kannski heldur við eða eitthvað, ég veit ekki. Já, þetta svona fullnæging á hans að fá það. Já, herðu, nóg það. Við skulum fá hérna stuttar auglýsingar og svo höldum við hérna áfram. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Forever 21 á outfit.is. Allt í steik. Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Hraðpenningar.is. Tíminn núna. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. 2 3 5 0 0 0 0 0 0. Víkingalotto. Alltaf á miðvikudögum. Börnunum finnst alltaf skemmtilegast að fá mömmu og pappa með í leik. Fjölskyldu alias glænýtt orðskýringaspil fyrir alla fjölskylduna. Þar sem börnin og fullorðnir njóta sín saman í skemmtilegum leik. Fjölskyldu alias færi fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Elko. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö með ykkur hérna á þessum þriðju degi. Ímislegt, já, búið að gerast hérna hjá okkur Sveppa í dag. Það er búið alltaf mannesku með Bart Simpson tösku. Já, við erum búin að fara víða. Já. Það er búið að fara yfir víðanvöll. Það er hárréttjar og við erum hvergin er búin. Ég var að lesa hérna á netinu. Já. Þetta, já, vakti svona pínu athygli mína. Þetta er eitthvað sem ég það kannski ekki áhyggjur af núna, en eitthvað sem þú mættir fara að skoða, Sverrir. Já. Að það er semst verið að segja hérna, relationship experts, það er náttúrulega til fólk í Bandaríkjunum sem eru sérfræðingar og til sérfræðingar á öllum sviðum. Í samböndum. Já. Sem að sér af þessi sambandi vilja meina að nú fara að detta inn mesta framhjáhaldstímabilið á árinu. Það var mikið maður, ég er búin að bíða því lengi. Það er þess að fólk sem að því að núna er að koma bæði Thanksgiving og jólin í Bandaríkjunum og þetta er víst sko sá árstími, þess sem ekki bara í Bandaríkjunum segja, heldur já, í Evrópu líka, þar sem að fólk á það til að halda hvað helst framhjá maka sín. Já, svo indíslegt að halda framhjá jólin. Já, það er eitthvað svo jólalegt og fallegt við það. En þetta er það sem að vilja meina að spila inn í að þá er mikið stress og mikið áfengi sem að spila inn í. Þannig að það er víst, já, svona tveir helstu þættindir í því að þú haldir framhjá. Það er ef þú, já, bara fullur eða illa stressaður. Já, illa stressaður er samt verri afsökun. Já, bara herru, hvað ástu mín, ég var bara svo illa stressaður maður. Ég var með 15 skall á sem lengjum með það, vissi ekki hvernig það myndi fara á. Þetta er bara jólagjöfuna þína. Búin að hugsa endalaust jólagjöfuna þína maður. Já, þannig að þetta var mjög losandi. Nei, þetta er samt, það er einmitt sem ég var alltaf að ræða við. Það, veist, hversu ójólalegt er það að vera að halda fram hjá maka sín? Ég held sko að með bönnar öll jólin og... Já, sko, þeir sem að vesenast í þessu, þeir eru nú líklega ekkert að gera þetta í fyrsta skipti. Já, skilurðu? Okay. Jólin er bara svona hápunkturinn, sko. Þetta er kannski jólagjöf, þeir líta þetta svona, skilurðu, munurinn á mér og þessum mönnum að sá að ég fer kannski út í búð og kaupi mér eitthvað sem að mér langar í og gef mér jólagjöf, skilurðu? Bara eitthvað svona tæki eða eitthvað, mér finnst gaman að kaupa til dæmis bara einhver tölvuleik kannski. Já, veist ég samt. Bara Grand Theft Auto handa þér og... Já. Og það dýr leikur þannig séð, en ég ætla bara svona, já, ég ætla að leyfa mér að kaupa tölvuleik. Og veist, og kannski konan eitthvað, hvað er þetta að kaupa tölvuleik, þú ert að verða 40, skilju, já, mér langar í hann, skilju.
Þá eru sumir sem svona, ég ætla bara, veist. Ég ætla bara að ríða framhjá. Það er koma jól, þetta er bara fyrir mig. Já, þetta er svona mín gjöf. Það er ekki réttlæta þetta reitt. Nei, alls, þá er náttúrulega réttlæta þetta aldrei, sko. Nei, þetta er viðbjöður. En þeir sem standi í sig eru mjög fljótir að réttlæta þetta öruglega. Já, eru snöggir að réttlæta þetta fyrir sjálfur sér, held ég. Já. Bara svona, eitt skipti fjandinn. En heldurðu, sko, að því að maður sé fyrir sig þegar ég las þessa grein, þá sá ég fyrir mér ekta svona jólabóð í Bandaríkjunum. Já, svona eins og Office. Þetta er svolítið svona... Heldur að sé mikið þetta á Íslandi? Já, öruglega, sko, þetta er allstaðar. Það er útrúlega fyndið, maður heyrir oft svona, eins og ég er búin að heyra svona í leikhúsinu, sko. Leikarar er alltaf haldandi framhjá maður og það er allt svo opið og frjálst, skilur? Ég held að sé sami skíturinn í öllum fyrirtækjum, þannig sé, sko. Já, ég er búin að heyra jólagliðin hjá Íslandsbanka í það til að lendi ykkur í kynnsvalli. Já, láttu mig það ekki það. Ég var ekki þar. Hvað, er ekki kólaður á það? Já. Nei, það er nefnilega það, ég lett með mig, ég er áhyggjulaus, sko, hún er ólétt. Vonandi eftir mig, sko, þannig að hérna, ég hef ekki áhyggjur af því. Nei, en það þýr ekkert að stressa, en svona allavega, þá vitið þið að hérna úti sem að eruð á föstu eða er í sambandi eða gift, að það er að renna inn svo hátíð þar sem þetta er algengast. Framhjáhalds, og þetta er samt, þetta er þannig, sko, oft er þetta þannig að fólk er að fá sér í glas á vinnustaðinu. Já, ég veit það. Og það er ekki að fara neitt, sko. Það byrjar að drekka klukkan 4 að degi til. Já, svo er ritarinn einhverju nýþröngupilsi eða eitthvað svona, skilur. Já, ekkert endilega ritarinn. Kannski bara fostjórinn í gulrótasniðnum gallabuxum. Já, ég er að segja það, já. Þú þarf líka að hugsa þetta þannig að það þarf 2 til. Auðvitað, þetta eru líka, þetta er jafn mikið kallmenn og kvenmenn. Já, það er alltaf, sko, ég ætla nú ekkert að vera réttlæta neitt, en það þarf yfirleitt eina konu í framhjáhald. Já. Skilur þau? Og eitt kallmann, eða ekki? Jú, kallmann, það er alltaf verið að tala við kallandi, þið eru haldandi framhjá, bla bla bla. Já. Ég held að konurnar, þær eru bara eins og kettir með þetta og meðan við erum eins og hundar, sko. Já, það þarf 2 til að tango. Það þarf 2 til að dansa tango. Fallegir tónar þarna á ferð. Yndislegt. Aldrei að vita nema að við, sama hljómsveit gerir jólalag. Ég er í þessari hljómsveit. Ég veit það. Ég veit ekkert um hvað að tala. Nei, ég veit það. Það er að koma þetta til þín. Það er að koma rosalegt jólalag. En, herðu, ég var að hugsa það, Sverrir. Ég veit ekki, sko, hvort ég eigi að lesa þetta. Ég var að, það var verið að dæmi við mönnum einhverjum sjóurum. Já. Varstu búin að heyra þetta? Já, ég er búin að lesa það viðbjóður. Já, og þetta er eiginlega, sko, ég var inn á Facebook síðan á Sölva, spjallið með Sölva. Já. Og hann er að fjalla um þetta þar sem að þetta er grein sem að Sölvi kallar að punga barn. Ekki unga barn, þetta er punga barn. Punga 13 ára dreng. Já, og þetta er eiginlega, við skulum kannski ekkert endilega að lesa þetta. Ég held að það viti allir hvað að tala, sko. Já. Það er búið að dæma á 4 og það er eins og einhver sagði, þetta er aldrei skrítið að það hafi ekki verið einn af þessum 4 sem að sagði bara, guys, er ekki eitthvað rámt við þetta? Já, er þetta ekki full gróft hérna? Ok, það er, maður hefur heyrt busavíkslu sem fara út úr böndunum, en fjandinn hafið það maður. Stattur á sjó hann að strák greiði. Já, 13 ára. Já. Það ætti að vera eitthvað svona skip, sko, eins og nú vantar fanga, nú er svona lítið pláss fyrir fanga. Já. Það ætti að vera einhver togari sem að er bara úti alltaf. Já, með svona menn á eða? Kemur aldrei í land. Já. Nema, það kemur einhver bátur, sækir aflan og fer í land. Og vera bara þar með alla svona snar geðveika perverta, sko, borð. Og þeir væri bara að veiða fisk og veiða og svo kæmi bara alltaf einhver bátur einu sinni í viku. Góðan daginn, við erum að sækja aflan. Já, takk. Og fara með hann í land og gera upp og svona. Já, þannig að vera með fangelsi út á sjó. Já, svona menn eiga allavega ekki heim í landi, það er nokkuð ljóst. Það verður að setja putta í rassa og eitthvað, ég bara aldrei heyrt annað eins. En þú varst að segja það? Nei, ef það skildur nú einhver verið að núti sem við veit ekki hvað erum að tala um, þá getið þið bara að fara inn á Facebooki hans Sölva og ég væri nú alveg til að fara inn á Facebooki hans Sölva þó sé ekki nema bara til að skoða þessar prófælmyndir á honum. Já, vó. Það er eins og að sé að gefa út, nýjan bækling fyrir eitthvað herrafata. Vá, hann er sjúklega sætur. Sjá þessar myndir, þetta er bara, það er eins og að sé að búið til möppu bara til að senda út, sko. Við erum að tala um Sölva á Skjá 1. Já, og hann er með Facebook og þar eru alla myndirnir hans eins og, lúkka allar eins og $1 million og sérðu að þú skrollað niður hérna, sérðu prófælmyndirnir hans.
Það er ekki ein mynd þar sem hann bara í einhverju flippi. Nei, hann er aldrei venjulegur. Nei, það er ekkert eitthvað ég er með mömmu að spila eða með, þú veist, einhverju litilli frængumunni á háhest. Þetta er allt bara eins og þetta sé klift úr Dressmann, sko. Hann næra að fela það með lúkkinu rosalega vel hvað hann er gáðaður og vel gefinn. Næra að fela það með lúkkinu? Já, hvað hann er vel gefinn og gáðaður. Nú, virkar hann heimskur? Nei, hann minna herðu, ef maður myndi lukka svona, þá væri prófælmyndin hjá manni svona, það er bara þannig. Nei, þetta er hárið. Hann er reynda með 40 stykki, það er kannski annar mál. En herðu, Sverrir, það er búið að vera sannur heiður að vera með þér hérna í dag. Já. Ég trúi bara vel að það er búið að vera sannur heiður. Já, við verðum mættir hérna aftur næsta þriðjudag, en ég minna sjálfsögðu FM9 blöð á morgun. Ég er hérna út alla vikuna frá 4 til 6 og næsta þriðjudagsveppi, þá ætlum við að reyna að vera með hönnubinni í hitakljónum, loka því öllu saman. Loka þeim þriðing. Og já, halda áfram með fleiri dagskrálið ásamt að við erum að spá að taka nýja dagskráliðin okkar manstu ógeðslegar auglýsingar. Já. Það getur verið skemmtilegt fyrir hlustendur að fylgjast með því. Það getur verið eitthvað sko. Já. Þú er að skölda heim. Það er að skölda heim? Jep. Hvað er bílinn? Konan á bílnum og fjölskyldan á. Hún er alltaf á bílnum. Það er setni parturinn að sækja börn í fimmleika og allt þetta. Þú eru bara að skölda heim. Já, ég fyrir létt með það. Herru, takk fyrir hlustunum þetta. Skór.is, netverslun og FM957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur. Dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM957 og skór.is netverslun. Shell V-Power auðveldar vélinni að viðhalda endingu og afköstum í öllum bensínbílum. Shell V-Power. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Leifum nú útvarpinu aðeins að slaka á og látum nokkra ljúfa gömbutóna líða viðtækið. Það á það svo sannarlega skilið. Við seljum rafmagn. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush-Hour-myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kostum. Ski hats, no, ski man. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómmu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Eldsmiðjan. Í dag er ofurdagur. 5 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell fyrir handhafa orkulykla, orkukorta, afsláttakorta, orkufrelsis og staðgreiðslukort Skeljungs. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Viltu vinna ferðir 2 á enska boltan? Köptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Eldsmiðjan. Taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 3838. Í dag er ofurdagur. 5 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell fyrir handhafa orkulykla, orkukorta, afsláttakorta, orkufrelsis og staðgreiðslukort Skeljungs. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Nú er komið glænýtt Alias-spil í verslanir. Fjölskyldu Alias. Nú spila allir á móti öllum og börnin eru líka með. Sérstök fullorðinsspjöld og sérstök fjölskylduspjöld. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu Alias fæst í verslunum Samkaupa. Nóvembertilboð í 1011. Við erum í afmælisskapi og bjóðum ótrúleg verð á fjölmörg